Amen. Skulum rísa á fætur og við ætlum að syngja saman nokkur lög. Oh, Yahweh.
fórst með okkur í gegnum allt, halleluja. Því að hver sem ákallar nafn hans, sem nafn drottins, verður hólpinn, Rómverjabröfin 10:13. Þetta svo magnað, því hver sem ákallar nafn drottins, sem hvað? Við að biðja. Það gerist ekkert nema við biðjum. Og ef að þú vilt að Guð geri eitthvað í þínu lífi, þá þarf þú að ákalla drottinn. Af því hann segir, hann stendur við hurðina. Hann bankar, hann ryðst ekki inn. Þetta það sem við þurfum að gera, við þurfum að biðja. Við þurfum að biðja hann að stíga inn í okkar líf. Halleluja. Þetta svo gott vers, þetta stutt vers, en þetta innihaldið þetta svo stórt af því á þessu stendur allt. Það bara, við eigum að lofa hann. Amen. En við ætlum að taka hérna næsta lag og halda áfram með lofgjörðina. Hjörtul og sól játi þig, ekkert hindrar mig til lofa þig. Dóttir dýra, draug mig já, ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Dóttir dýra, draug
vil vera nærri þér. Drottinn dýrða dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Heilagur ertu, heilagur ertu, þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu, þú ert heilagur. Heilagur ertu, heilagur ertu, Jesús. Þú ert heilagur, heilagur, heilagur ertu, heilagur ertu. Heilagur ertu Drottinn Jesús. Við lofum þig og gefum þig dýrðina. Ég þakka þér fyrir trúfestina, Drottinn. Heilagur ertu. Takk fyrir. Takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur, Jesús. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the grace. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Sin I made
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Name Jesus. You are higher than bless your name. Bless your name. Holy name. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, hallelujah. The Lord is Jesus. Hallelujah. Góðan daginn, kæra kirkja. Í dag eru hvað? Sumar sólstöður. Lengsti dagur ársins. Dagurinn sem birta nær hámarki. Og þegar ég var að lesa orðskviðin í morgun, það var náttúrulega orðskviðin 21. Og það myndi mig á svolítið mikilvægt. Það segir í öðru versi. Manninum þykja allir sínir vegir réttir, en Drottinn vegur hjörtun.
Er þetta ekki merkilegt? Mér þykja mínar ákvarðanir oft rosalega skynsamlegar, mér þykja mínar áætlanir rosa góðar og sjá hlutina rosa skýrt. En svo segir ritningin, Drottinn vegur hjörtun. Guð sér nefnilega dýpra en við. Hann sér ekki bara gjöfina, hann sér hjartað. Og þess vegna segir Salomon líka að iðka réttlæti og rétt drottni þóknarlegra en sláturfórn. Orðskviðni 21:3. Guð ekki fyrst að leita eftir því sem í höndunum okkar, hann að leita eftir því sem í hjartanu. Síðasta sunnudag þá sagði Sibba eina setningu sem sat í mér alla vikuna. Láttu Krist vera akkeri hjartaðins. Láttu Krist vera akkeri hjartaðins. Mér finnst þetta rosa falleg mynd vegna þess að þegar akkeri losnar þá fer skipið ekki bara strax niður, það sekkur ekki bara strax, það byrjar að reka og stundum tekur maður ekki einu sinni eftir því. En þegar Kristur akkeri hjartans verður eitthvað stöðugt innra með okkur þó að vinda lífsins blási úr öllum áttum. Og þá kemur vers sem hefur fylgt mér í mörg ár, Orðskviðni 21:31. Hesturinn hafður viðbúinn til orrustudagsins, en sigurinn í hendi Drottins. Þetta fallegt jafnvægi. Við gerum okkar part eða okkar hlut, við vinnum, undirbúum, leggjum okkur fram, en að lokum sigurinn ekki í okkar hendi, hann í hendi Drottins. Og þegar við lítum tilbaka yfir lífið sjálft, sjáum við ekki bara það sem við gerðum, við sjáum freka það sem Guð gerði. Það sjáum við í sálmunum með Davíð. Hann lítur alltaf tilbaka og sér, Guð, þú varst alltaf með mér. Og við sjáum daga þar sem við héldum að við erum að halda öllu saman. En þegar uppistaðu sjáum við og það var hann sem hélt í okkur. Þess vegna gefum við í dag. Ekki til að vinna okkur inn náð, ekki til að fá Guð til að starfa, heldur vegna þess að Guð hefur reynst trúr. Við gefum af þakklátu hjarta og við skulum biðja. Faðir, við þökkum fyrir þeirri gæsku þína og trúfesti. Við þökkum fyrir að þú vegur hjörtun og sér dýpra en við sjálf. Við þökkum þér að þú hefur haldið okkur á dögum gleðinnar og einnig á dögum erfiðleikana. Við biðjum að taka við þessum gjöfum sem þakklætisvotti frá hjörtum sem treysta þér. Í nafni Jesú. Amen. Of God with a humble, confident heart, where we're standing now is your holy ground. We approach the presence of God, filled with wonder of who you are in this holy place. We seek your face in this holy place. We're forever changed, all glory forever be unto your name. His breath
Jésús, halleluja. Hann er verðugur. Halleluja. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Takk, Jesús. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Halleluja. Það nærvera hér í dag. Mikið gaman að sjá okkur. Guð er góður. Má ég heyra amen. Halleluja. Hann er rosalega góður. Hann er bara alveg frábær. I'm going to switch over to English so everybody understands because I know the Icelandic people understand. We're going to have home groups this week, and since Callum and Hanneli are not here, we're actually going to combine the meetings. It's going to be at our place. If you want to come, it's on Wednesdays.
please let us know and we give you all information. It's also going to be with Hilmar and Anita in Reykjanesbær for those who live there. But we're going to have some good times in the Lord. Aren't we proud of these wonderful people that take of their time and just praise God from all their bottom of their hearts? I just love it. I was talking last weekend about being anchored in Christ. You know, it doesn't matter what we go through. It's about it's not about the situation. It's about how we handle the situation. And you know what? We were just, receiving offering here today. That's a form of worship also. Our whole life is a worship. What is a worship? I didn't explain it well enough last weekend, but I want to emphasize. It's a life surrender to God. It's a life surrender to God when you deal with your kids. It's a life surrender to God when you go to your workplace. It's how you would, how would Jesus do it? That's what we need to ask ourselves. How would Jesus do it? But I'm not going to preach here today. We're going to get Hilmar to preach. But I'm going to ask my son to say a few words. And yeah, let's start there. Ef þið spyrjið mig, þá ég ógeðslega góður, sko. Ég já, ok. Ég komin í samband? Já, þú komin í He samband. just said, if you would ask me, I am awesomely incredible good. Við vorum í ræktinni ég og Árni í gær og ég tók 100 kíló af beppressi. Ég ógeðslega ánægð með sjálfan mig, sko. Me and Árni went to the gym and I back pressed 100 kilos. Yeah. So I'm really proud of myself. Það ekki fyrir alla, ég get morðað þannig. It's not for everyone. En, já, ég átti eina inni. I had, Já, allt That's góð, okay. sko. Höldu bara frá. Það bara í Smárarkirkju, við erum bara með smá reglur. in Smárarkirkja we have house rules. Og meðan við hlustum á Guðs orð, þá bara erum við bara róli, hlustum og gætum okkur á góðu Guðs orði. As we listen to the word of God, we just sit still. We're not roaming around and enjoy and receive the preaching. Ef þið viljið fá reikningastaf bak við þetta, þá ég með reikningastaf. Það fyrra kórdubréf, 1433. If you want a scripture behind this, what I'm saying, it's 1 Corinthians 14:33. Því að Guð er Guð friðar, ekki truflunar, eins og siður í öllum söfnum hinna heilugu. For God is not the author of confusion, but of peace, as is in all churches of the saints. Og því að ég veit að við erum biblíuleg kirkja, þá væntanlega þá allt í góð að fara á bak við reikninguna. And because I know we're a Bible church, then we support everything with the scripture. Ég ætla að hoppa í fyrra Jóhannesbréf 5:13. I'm going to jump into 1 John 5:13. Og við ætlum að skoða nokkuð vers sem fjalla trúna og eilíft líf. We're going to look at few verses that handle faith and eternal life. Hann segir svona: Þetta hef ég skrifað ykkur, sem trúið á nafn Guðs sonarins, til þess að þið viti að þið eilíft líf. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God. Og það svo merkilegt þegar þú skoða kirkjusöguna að þá sennilega Jóhannes að skrifa til litlu Efesus, sem sagt litlu Asíu, sem í dag Efesus. It's so interesting when you look at church history that most likely John is writing to like Minor Asia or Ephesus. Sem í dag Tyrkland. Og það sem svo áhugavert að Páll stofnaði þessa kirkjur í Tyrklandi. Today that means Turkey, and what's interesting is Paul, he established this church. Það ekki leiðilegt að vera í kirkju sem Páll stofnaði og síðan Jóhannes síðan svona andlegi farinn í kirkjunni. Það ekki leiðilegt. It's not bad that to be in a church that Paul established and John
the apostle is like the spiritual father. En það er takt eftir orðalægin sem hann notar. But look at the wording that he used. Takt eftir. Það er fullviss á það sem hann er að segja. Það er ekki, þegar ég kannski eilíft líf. It's certainty what he's saying. He's not saying, maybe you will have eternal life. Kannski er Jesús sannleikurinn til Guðs, vegurinn til Guðs, kannski. Maybe Jesus is the way, maybe he is the truth, and maybe he is the life. Nei, ég riti ykkur þetta til þess að þið eigið eilíft líf. These things I have written unto you, that you have eternal life. Það er fullvissa á bakvið þessi vers. There is certainty about behind these scriptures. Með því að trúa á Jesú Krist, þá ertu búin að eignast eilíft líf. By believing on Jesus Christ, you have received eternal life. Hann er ekki að bjóða upp á þetta, kannski hitt og þetta. Hann er ekki að bjóða upp á það. He's not offering anything wishy-washy, maybe something. Nei, þú ert búin að eignast þetta. You have already received it. Ef að leyfa Jesú að tala. Should we allow Jesus to speak? Jóhannes 11:25-26. John 11:25-26. Jesú mælti, ég er upprisinn á lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei eilífu deyja. Trúirðu þessu? Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Jesús er sjálfur að segja upprissan er aðeins fólkin í honum. Jesus is declaring himself that resurrection is only connected through him. Páll póstuli segir í Efesus 1:19, upprissukrafturinn sem reisti Jesú frá dauðum býr innra með þér. In Ephesians, Paul says that the same power that raised Jesus from the dead lives in you. That's actually Romans 8:11. 8:11. That's Romans 8, chapter 8, verse 11. Ok. Sorry. Þú varst að segja með fréttir. en þetta eru góða fréttina sem við fáum með trúnni. This is the good news that we received by the faith. Jú, við munum öll deyja, líkamallega. We will all die physically. En af því að Jesús sigraði dauðann, þá munum við bara upprísa með honum í dýrðinni. But because Jesus conquered death, we will be raised up with him. Af því að þú getur verið fullus af það, þegar þú tekur síðast andadráttinn hér á jörðu, þá tekur fyrst andadráttinn í eilíðinni. You can be certain when you take your last breath here on earth, you take your first breath in heaven. Og þá verðum við honum all ævi. And you will be with him for eternity. Og þá kemur þessi spurning, af hverju er þetta svona óbóðslega einfaldi boðskapur? And the question becomes, why is this such a simple message? Jú, Páll póstuli svarar þeirri spurningu. Yes, Paul, he answers that question. Það þekki allir í Efesus 2:8. Af náð ertu orpin fyrir trú, þetta er ekki ykkur að þetta er Guðskjöf. Það þekki þau öll vers, eða ekki? Flestir. Most people know this scripture. For by grace you are saved through faith. En versið á undan, það svarar spurningunni af hverju torpin með svona einföldum mætti. But the scripture before that answers the question why it is so. Þannig vildi hann sína á komandi öldum hver ómælanleg náða og náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesú. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Þetta er svo einfalt en það er svo mikil dýpt í þessu sko. It's so simple, but it's so deep. Af því að hann er bara basically segja að Guð vildi sína vild sinna okkur ómælanleg auðleg náðar sinnar í Kristi Jesú. He wanted to show his exceeding riches of his grace in his kindness in Christ Jesus. Þetta birtist í að þetta sé bara hinn fullkomni kærleiki. In this, the perfect love is manifest. Þannig að þetta er svo einfaldi boðskapur. It's such a simple message. Þetta er trúin sem að segir bara að þetta er gerði Guð í gegnum Jesú Krist fyrir þig, ekki hvað þú þarft að gera til þess að komast til hans. This is the faith that tells you what God did in Christ for you, not what you have to do to approach or reach God. Ekki bara kalla það gott eða? Takk Jesús fyrir náð þín og miskunn drottinu, takk Guð fyrir að fallega þetta drottinn minn. Thank you for your grace and your mercy, and thank you for this beautiful day. Ég þakka þér drottinn minn að við fóum að koma saman til þess að lyfta þér upp einum Jesús.
Thank you for we're allowed to come together and lift up your name, Jesus. Ég bara beðum fyrir þessu orði sem verður talað nú í dag. Þá ég beði fyrir Hilmari smyrðu varir hans og tunga og geðunum orðamæla fyrir daginn í dag, Jesús. I pray for the word that goes forth here today. I pray for Hilmar that you anoint his lips, that whatever he says is of you. Og við bara beðum Drottinn minn, þú gefur okkur opinbera skilning á fagnaðarindinu, hver opinbera skilning hver þú ert, Jesús. We ask you for a spirit of revelation of the gospel and who you are, Jesus. Og við bara beðum allir okkar göngu að gefa þér alla dýrðina, Jesús. And we ask that in all our walk we give you the glory. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Amen. Heyrðu, síðast þegar ég talaði, þá vorum við í Jóhannes 7. kafla og við ætlum að halda áfram í það sem við köllum á ensku expository preaching eða ritskýrandi predikun, sem þýðir það að við svona hægjum aðeins á okkur og við leyfum textanum að tala áður en ég tala. Þetta er ágætisregla, að leyfa textanum að tala áður en ég tala. Og við skildum sem sagt við Jesú í lok 7. kafla og andrúmsloftið var orðið svolítið þungt. Það voru margir farnir í burtu og margir höfðu móðgast. Skrítið að fólk móðgist í kirkjum. Við höfum aldrei séð það. Margir höfðu ákveðið að þetta væri allt og mikið, sko. Og Jesús hafði talað að hann var í brauð lífsins. Hann hafði ekkert verið að mýkja út orðin. Og hann hafði ekki reynt að halda í fólkið og þegar rykið settist stendur Pétur eftir og segir, Herra, til hvers eigum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Þegar hann var búinn að segja orðið sem ég tala er andi og líf. Og þó að við höfum tekið smá pásu, þá tók Jesú enga pásu og spennan er enn til staðar og andstæðan er enn til staðar og þá komum við inn í 7. kafla. Og áður en við lesum textan langar með aðeins að setja sviðið því að þarna er hann að fara á Laufskalahátíð. Laufskalahátíðin er ein svona fagnaðarmesta hátíð sem að gyðingar halda. Hvað eru þeir að halda upp á eða minnast? Jú, þeir eru að minnast hvernig Guð varðveitti þá í eyðimörkinni eftir að hann tók þá út úr Egyptalandi. Og Jóhannes, hann stillir þessu svolítið upp því að í Jóhannesar Guðspjalli þá talar Jesús 7 sinnum ég er. Brauð lífsins, ljós heimsins og svo þar frem til göttunum. Og það eru svona 3 stólpar sem að við erum svona að dvelja í kringum akkurat í þessum vessum. Í Jóhannes 6 að þá er hann ég er brauðið og þá er það að minnast manna sem kom frá himnum og hann er að segja sko, hei strákar, þetta var ég. Og síðan í 7. kaflanum, þá kemur seinna í kaflanum, við förum ekki í þau vess hér í dag, en þá er hann að tala að sko, hvert sem þyrstir komi til mér. Hann er vatnið. Strákar, kletturinn sem var þarna, sem vatnið kom úr. Það var ég. Jesús. That's it. Hann var með, Biblían segir, í Kórinthubréfinu hann segir, Kristur var með þeim í eyðimörkinu og við alveg, býtu, fæddist hann ekki í Betli, býtu, halló, nákvæmlega. Og í 8. kaflanum, þá er hann ljós heimsins. En eins og ég sagði áðan, að þá þessi setning sem að Sibba sagði síðasta sunnudag, láttu Krist vera akkir í hjartaðins. Og ég er búinn að vera að hugsa þessa setningu alla vikuna. Og vegna þess að þegar akkeri losnar, eins og ég sagði, þá skipið sekkur ekki strax, það fyrir að reka hægt og næstum ómerkjanlega. Og Biblía talar að vera ekki skipbrota í trúsinni. Mér finnst ég stundum að næstu verið þar, það er lengri saga, en það sem sagt, og þegar ég satt með Jóhannes 7 og ég fór að velta þessu fyrir mér, er það ekki akkurat þetta sem að Jesús er að takast á við í þessum texta? Hvað gerist þegar menn missa akkerið? Hvað gerist þegar menn missa miðjuna? Og hvað gerist þegar menn fara að dæma eftir ásýnd eða eftir útliti heldur í stað sannleikans? Og svo gerist eitthvað dálítið fyndið í undirbúningnum.
Sko, ég held ég var að fara hérna með textan í púltið, sko, alveg rosa guðfræðingur, búinn að vera í guðfræði 6 ár og alveg, nú ætla ég að segja ykkur hvernig þetta er hérna. Sko, en síðustu daga hefur við bara orðið svolítið ljóst að líklega textin sem er að fara með mig í pontuna. Ég veit ekki hvort þið hafið upplifað þetta, en maður sest niður með ritninguna og hugsa sér, nú ætla ég sko að rannsaka textan og alveg finna alla tengingar og alla skugga og ímynd og alveg bara rosa flott, sko. Og svo kemur maður allt í einu á þeim stað að textinni byrjar að rannsaka mig. Og ég verð að viðurkenna, ég hef hlegið dálítið sjálfur mér þessa vikuna. Vegna þess að ég held ég væri að fara að útskýra Jóhannes fyrir ykkur, sko. En á einhverju tímapunkti fór Jóhannes 7 sem sagt að útskýra mig. Og það er yfirleitt mjög gott merki. Og getur orðið hættulegt þegar prédikari er þannig, sko. Af því að það er raunveruleiki. En við skulum lesa textan. Við ætlum að vera sem sagt í Jóhannes 7:14 til 24. Og ég tók hérna gömlu góðu biblíuna með mér. Það er langt sér, maður er alltaf með hérna svæp hérna og allt þetta. Hérna er einn gömul predikun, sko. Heyrðu, hann byrjar og segir, 14. vers, hátíðin var þegar hálfnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Og gyðingar urðu forviða og sögðu, hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Og Jesús svaraði þeim, kenning mín er ekki mín, heldur hans sem sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiður þess sem sendi hann er sannorður og í honum er ekkert ranglæti. Það fyrsta sem að vakti athygli mína var að fólki var hissa. Og ég skrifaði í glósurnar mínar hissa. Þetta er svolítið fyndið, ég er hérna með smá glósu hérna. Á ég að segja ykkur hvað, já, segðum bara ég sé upptekinn. Já, akkurat. Hérna, á ég að lesa fyrir því hvað ég skrifaði hérna? Já, komdu með. Psst, textinn hvíslar. Hilmar, þú þarft ekki að sýna fólki allar tengingarnar sem þú sérð. Þú þarft fyrst að sýna þeim það sem ég segi. Textinn þarf ekki fleiri verjendur sem tala fyrir hann. Hann þarf fleiri þjóna sem hlusta á hann. Þetta var ég og heilagrandi. Svona, psst. Hint, ok. Heyrðu, það er þetta, þeir eru hissa. Þeir skilja ekkert hvað er að gerast. Þeir horfa á Jesú, þeir hlusta á hann, kenna og þeir spyrja, hvaðan kemur þessi maður með þennan lærdóm? Og þetta bara gengur upp í þeirra huga. Hann kemur ekki úr þeirra skóla, hann kemur ekki úr þeirra kerfi og hann hefur farið þá leið sem þeir telja ekki eðlilega og samt stendur þarna og talar með valdi á miðri laufskala hátíðinni og munið með þess að áður bræðurna sem voru búin að segja við hann, við vorum að fara að láta bera á þér ef þú ætlaði að vera svona frægur og eitthvað og hann segir bara minn tími er ekki kominn, svo segir í textanum og bræður hans trúðu ekki á hann. Það er Jakob sem skrifaði Jakobsbréfið til dæmis, Júdas sem skrifaði Júdasarbréfið, allir í Biblíunni, það gerðist eitthvað. Heyrðu, nema það að og hér kemur setning sem stoppaði mig svolítið alla vikuna. Mín kenning er ekki mín, heldur hann sem sendi mig. Og ástæðan fyrir ég stöldraði við þessa setningu er vegna þess að ef einhver hefði rétt í mannkynssögunni að vera hetja sögunar, ef einhver hefði rétt á að segja hlustið á mig, þá var það Jesú.
Ef einhvað er rétt á að byggja eigið orðspor, bara eigið brand, sko, þá var það Jesú. En hlustaðu á hvað hann gerir. Hann bendir frá sjálfum sér til föðurins. Mín kenning er ekki mín. Og ég held að ég hafi fyrst byrjað að skilja þetta þegar ég hætti að hugsa kennsluna og fór að horfa á hjartað. Sem sagt, hvað segir þetta okkur hjarta sonarins? Hann er ekki að safna athyglina að sér. Ég man hvað ég hafi stundum áhyggjur, predikaði ég nógu flott. Gunnar, þú átt ekkert að áhyggjur af því. Hann semst leiðir þá til föðurins. Og kannski er það eina ástæðan fyrir því að þessi texti fór að rannsaka mig. Og vegna þess að ég áttaði mig á því að mér fannst oft gaman að fólk taki eftir tengingunum sem ég sé í Biblíunni, hvað ég veit mikið, hvað ég er guðfræðingur. Og við festust í þessu að búa til alls konar, veist, og þetta verða oft meiri góðsagnir, svona mythology, og við glepjumst á þessu stundum. En svo stendur Jesús hér, eins og segir, mín kenning er í mín, og allt í einu verður maður svolítið hljóður, vegna þess að maður sér eitthvað af hjarta Krists, ekki bara orð hans, heldur hjarta hans. Og síðan segir hann, sem við erum mjög mikilvægt, 17. versið, ef einhver vill gjöra vilja hans mun hann komast að raunum hvort kenningin sé, gleymdu að setja tímann í gang maður, heyrðu, við komast að raunum hvort kenningin sé frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Og takið eftir röðinni. Jesús segir ekki að skilja fyrst og hlýða síðan. Hann segir, það er ekki röðin, viljinn kemur fyrst. Síðan kemur skilningurinn. Og við sjáum þetta í raun og veru í lok 7. kaflans hjá Pétri, þegar eftir hann er búinn að segja hvert þau að fara, að þá segir hann, sko, hann segir ekki, ég skil allt, og hann gat ekki útskýrt allt, en hann vissi hvert átti hann að fara. Hann vissi hvar lífið var. Hann vissi allavega það. Og svo bætir hann, þegar hann segir þessa setningu, og 69. vers í 7. kaflanum, og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Takk eftir röðinni þessi, við vitum. Þess vegna trúum við. Það var öfuröð. Hann sagði ekki, við trúum og vitum. Og hvaða máli skipti þetta? Hjartað fyrst, svo skilningurinn. Og þegar við komum að versi 18, að sá sem talar að sjálfum sér, leitar síns eigin heiðus, en sá sem að leitar heiðu þess sem sendi hann er sannur. Þarna er Jesús ekki bara að tala sjálfum að sig, hann er að afhjúpa eitthvað sem býr í okkur öllum. Við leitum öll einhvers konar heiðus, einhver sem segir við okkur, þú ert nóg, þú ert elskaður, þú hefur svo mikið verðmæti. En Jesús segir, sá sem leitar heiður þess sem sendi hann er sannur. Og mér finnst eins og allur þessi fyrsti hluti textana snúast eina spurningu, hvers heiðurs er ég að leita? Míns eigin eða hans. Og þegar við sjáum þegar góðsögn vex og fólk sækir sér oft yfirvald með því að segja einhverjar svaka sýn eða drauma eða þess að ekki fyrir það er alveg hluti af kristilegu lífi, en það er ofta að sækja sér yfirvald í þetta. Af því að þú getur ekki sannreynt neitt að þessu, þú bara treystið að manneskja segja þess að, og stundum er það svolítið svona wobbly, sko, svona, og þar sem að góðsögnin vex, þar þynnist auðmýktin. Þetta er nefnilega svolítið gott. Og þegar maður situr með þessari spurningi í smá stund, hvers heiðurs ég er að leita, þá byrjar maður að skilja hvers vegna Jesús er svona ólíkur öllum öðrum. Skulum við lesa vers 19-23.
þá segir hann, gaf Móse yður ekki lögmálið? Samt heldur enginn lögmálið. Hví setið þér líf mitt? Og fólkið ansaði, þú ert haldinn illum anda. Hver setur líf þitt? Jesús svaraði þeim, eitt verk gjörði ég og þeir undrist það allir. Móse gaf yður umskurðina og hún að vísu ekki frá Móse, heldur feðrunum. Og þér umskýrið menn jafnvel á hvíldardegi. Fyrst maður umskorinn á hvíldardegi, til þess að lögmál Móse verði ekki brotið. Hví reiðist þér mér? Ég gjöri manninn allan heilan á hvíldardegi? Þarna spenna. Hann að benda þeim á misræmið. Tónninn búinn að breytast. Í fyrri hlutunum vorum við að horfa á hjarta sonarins og núna byrja Jesús að afhjúpa hjarta andstæðingana. Og hann byrjar eiginlega með spurningu sem hlýtur að hafa verið óþægilega að heyra. Hefur Móse gefið ykkur lögmálið og enginn ykkar heldur lögmálið? Þetta svolítið sterk byrjun hjá honum. Vegna þess að fólkið sem stendur fyrir framan hann telur sig einmitt vera varmenn lögmálsins. Þeir eru sannfærður að þeir standi réttu megin. Þeir eru sannfærður að þeir sjáu hlutina alveg kýrskýrt. Og samt segir Jesús, enginn ykkar heldur lögmálið. Og síðan kemur þessi furðulega setning, ég gjörði eitt verk og þér undrist. Þetta 21. versið. Hvaða verk þetta? Það í 5. kaflanum. Jesús, hann að tala lækninguna við Betseta, mannin sem var lamaður í 38 ár. Þetta hefur greinilega ekki gleymst, þeir eru enn að hugsa þetta, 2 köflum síðar. En það sem áhugavert að Jesús byrjar ekkert að verja sig. Hann byrjar að spyrja þá spurninga. Hann byrjar að afhjúpa þeirra hugsun. Hann segir í raun, bíða aðeins strákar mínir. Þið umskýrðu á hvíldardegi og þeir vissu það var satt. Ef 8. dagur féll á hvíldardag, þá fór umskurðin samt fram. Af hverju? Vegna þess að þeir skildu að stundum þarf að horfa á stærri myndina. Þeir skildu að tilgangur skipti máli. En svo segir Jesús, ef maður fær umskurðin á hvíldardegi, hvers vegna reiðist þér mér þá fyrir að ég gjörði mannin alheilan á hvíldardegi? Sjáðu hvað Jesús segir að gera? Hann er snillingur. Snillingur. Hann er ekki að ráðast á lögmálið, ekki gera lítið úr lögmálinu, hann er að afhjúpa ósamræmið. Þið samþykkja að hluta líkamsins synd, en reiðist þegar heil manneskja er heil. Við sjáum þetta meikar ekki sens. Og þetta er það sem oft við getum fess í. Réttu pönsi, kannast við þetta? Já, ég kannast við þetta. Heyrðu, þeir samþykkja það sem að þjóna sáttmálanum en fordæma verk sem sýnir miskunn. En þeir sjá ekki mótsögnina. Þegar ég satt með þennan texta í vikunni fór ég að hugsa, hversu oft er ég sjálfur svona? Hversu oft er ég búinn að komast að niðurstöðu áður en ég skoða staðreyndirnar? Hversu oft er ég búinn að ákveða hver einhver er áður en ég hlusta á? Hversu oft er ég búinn að ákveða hvað Guð má gera og hvað má ekki gera? Vegna þess að það er það sem virðist vera gerast hér. Þeir hafa þegar ákveðið hver Jesús er. Þeir hafa þegar ákveðið að hann sé vandamálið. Og nú túlka þeir allt sem hann gerir út frá þeirri niðurstöðu. Og ég held að þarna sé Jesús að snerta eitthvað sem er enn jafn hættulegt í dag. Því þegar niðurstöðan kemur fyrst, verður allt annað túlkað út frá henni. Og ef ég hef ákveðið að einhver hafi rangt fyrir sér, þá mun ég lesa orð hans í því ljósi. Og ef ég hef þegar ákveðið að einhver er vandamálið, þá mun ég sjá vandamálið öllu sem hann gerir.
Og áður en við komum að næsta versi held ég að Jesús sé að stoppa okkur þarna. Ekki til að við dæmum aðra, heldur til að við spyrjum okkur sjálf, hvaða niðurstöður hef ég þegar komist af? Hvaða gleru ég með á nefinu? Hvar hef ég ákveðið málið áður en ég rannsakaði það? Eða ég þori ekki einu svona að líta á sönnunargögnin. Vegna þess að áður en Jesús kennir okkur hvernig á að dæma rétt, þarf hann fyrst að afhjúpa hversu auðvelt að dæma rangt. Lesum vers 24. Dæmið ekki eftir útliti eða ásýnd, ég veist svo flott orð, ásýnd, það í Viðeyjarbiblíunni, og heldur dæmið réttlátan dóm. Ég skal alveg viðurkenna, fyrst ég las þetta alveg, já, ég þekki þetta vers. Stutt, einfalt. Og það yfirleitt svolítið hættuleg hugsun. Þegar maður heldur að maður þekki textan, því stundu býður textin bara þolinmóður eftir að fá að tala aftur. Það er mjög magnað að sita með textan, sita með biblíuna. Og þegar ég satt með þessa vikuna og ég var að hugsa, sko, hvað er Jesús að gera hérna? Af því að hann segir ekki, takk ég eftir, hann segir ekki dæma. Það er ekki það sem stendur. Hann segir dæmið rétt. Righteous judgment. Ég fór að hlæja svolítið sjálfum mér aftur, vegna þess að ég áttaði með því að ég hafði eytt meiri tíma ævina að hugsa hvernig aðrir dæma en hvernig ég dæmi sjálfur. Já, ég veit ekki með ykkur og stundum ég algjör sérfræðingur í blindu hjá öðrum. Sé það mjög skýrt. Miklu skýrar en mína eigin blindu. Og svo kemur Jesú og eyðileggur alla þægilegu predikunina mína. Vegna þess að allt í einu snýst þetta ekki þá, heldur mig. Ekki hjarta farisejans, heldur mitt hjarta. Ekki hvernig aðrir dæma, heldur hvernig ég dæmi. Vegna þess að þeir voru nýbúnir að dæma eftir þess sem þeir sáu á yfirborðinu. Þeir sáu mann sem læknaði á hvíldardegi, þeir sáu mann sem hafi verið bundinn í 30 ár, þeir sáu mann sem læknaði á hvíldardegi, Jesús sá mann sem hafi verið bundinn í 38 ár. Þeir sáu brot á hefð, Jesús sá miskunn. Þeir sáu vandamál, Jesús sá mann. Og þarna fór ég að hugsa, þetta sé kannski erfiðara vers en ég hélt að þetta væri uppafi því ég voru að undirbúa þessa predikun. Það er svo auðvelt að dæma eftir ásýnd. Fljótlegt, skilvirt, þægilegt, sé eitthvað, mynda með skoðun, málið afgreitt. En réttlátur dómur tekur lengri tíma. Hann hlustar, hann rannsakar, hann spyr spurninga. Hann reynir að skilja áður en hann kemst að niðurstöðu. Og þá fyrir ég að hugsa Nikodímus. Hann kemur fyrir hérna í 50. og fyrsta versinu í sama kafla. Þá segir hann stendur hérna upp og segir, dæmir lögmál vort mann áður en það hefur heyrt hann. Það er þetta ekki merkilegt. Allir eru búin að komast að niðurstöðu, allir vita nákvæmlega hvað þeim finnst, allir eru samfærir og einn maður segir, býta aðeins. Eigum við ekki að heyra hann fyrst? Á ekki að hlusta á báðar hliðar? Nei, bara í ESB. Nei, ekki í ESB. Nei, ég ætla ekki að fara þangað. Það sem ég meina, það er allt keyrt á slagorðum. Engin rannsókn, engin hugsun, engin raundæmi, ekkert. Það er bara Ok, hættulegt að fara þarna maður. Ég held að, já, það er reynda rétt, ég held að það sé eina fallegustu spurningum í öllu þessu kafla. Eigum við ekki að hlusta á mannin? Ekki vegna þess að Nikodímus sé kominn með öll svörin, heldur vegna þess að hann er tilbúinn að hægja á sér, tilbúinn að hlusta og rannsaka áður en að dæmir. Og svo er það næstum eins og Jóhannes taki okkur svona í höndina og leið okkur inn í næsta kafla. Þar stendur hópur manna með steina í höndum
þeir eru sannfærir, öryggir, sjá allt mjög skýrt, málið afgreitt, dómur fallið, konan sek. En Jesús sér eitthvað sem þeir sjá ekki. Allt í einu verður sagan ekki bara synd konunnar, heldur hjörtu þeirra sem halda á steininu. Þannig vinnur Jesús. Hann byrjar ekki á steinunum, hann byrjar á hjartanu sem heldur á honum. Og þess vegna held ég að við missum af textanum ef við lesum hann eins og Jesús sé að segja, hættið að dæma. Því að seinna, ef ég fer einhvern veginn áfram með ykkur í 8. kaflan, þá kemur allt þetta ferli fyrir í þessari sögu. Því að Nýja testamentið talar svona 4 aðra mismunandi dóma. Guð sem sér allt og þess aftar. Við höfum ekki tími í það núna. Þannig að Jesús ekki að segja hættið að dæma, það er ekki það sem hann segir. Því að Jóhannes segir í 1. Jóhannesarbréfi 4:1, reynið andana, hvort þið séu frá Guði. Og Páll segir að við eigum að hafa dómgreind innan safnaðis. Eigið þið ekki að dæma þá sem fyrir innan eru, 1. Kor 5:12. Og sami Páll, þá segir hann, við langar að lesa þetta vers, þetta er nefnilega svolítið flott. 1. Kor 11:31. 1. Kor 11:31, það er hérna, lesum þetta hérna, stendur hérna í Biblíunni. Ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. En fyrst Drottinn dæmir oss, þá hann að aga oss til þess að við verðum ekki dæmdir sekir ásamt heiminum. Og þetta kemur svolítið inn á það sem að Biblían kennir okkur ávöxt andans, sem endar á hverju? Sjálfstjórn. Þetta er ekki, þetta vers fjallar ekki dómaleysi, þetta er dómgreind. En Jesús að kenna okkur hvar hún býr, ekki með stein í hendi, heldur með spegil fyrir framan okkur. Ekki með hjarta nágrannans, heldur okkar eigið. Og kannski það þess vegna sem þessi texti hefur verið að vinna svona í mér. Ég byrjaði að undirbúningi með því að hugsuna, ég var að fara að flytja predikunum réttan dóm og einhvers staðar á leiðinni fór textin að spyrja mig spurninga. Og hversu oft hef ég séð hálfa sögun og talið mig sjá allt saman. Hversu oft hef ég dæmt eftir ásýnd. Og þá fór ég að sjá að Jesús ekki bara að kenna mér hvernig ég á að hugsa aðra, hann að kenna mér hvernig ég á að leyfa sannleikunum að rannsaka mig. Og kannski það þess vegna sem setningi stendur enn eftir í hjarta mínu, dæmið ekki eftir ásýnd, heldur dæmið réttland og dóm. Ekki vegna þess að hún kenni mér hvernig á að vinna rifrildi, heldur vegna þess að hún kenni mér hvar réttur dómur byrjar. Og kannski byrjar hann ekki þegar ég horfa á aðra, kannski byrjar hann þegar ég leyfi sannleikunum fyrst að horfa á mig. Eins og ég sagði, ég held að ég var að fara með rosa flottan text í pontuna, en þegar uppi staðið held ég að textin sé að fara með mig í pontuna. Og fyrir það er ég þakklátur og við skulum biðja. Faðir, við þökkum fyrir orð þitt, við þökkum fyrir þér að það er lifandi, við þökkum fyrir að afhjúpa okkur ekki til að fordæma okkur, heldur til að leiða okkur nær þér. Herra Jesús, við sjáum að í þessum texta hvernig þú leitaðir ekki eigin heiðus, heldur heiðus föðurins. Við sjáum hvernig þú dæmdir ekki eftir ásýnd, heldur eftir sannleika og miskunn. Og við játum að svo oft eru við fljóta að dæma, fljóta að komast að niðurstöðu, fljóta að halda að við sjáum allt skýrt. Drottinn, gef okkur auðmjúkt hjarta, gef okkur hjarta sem vill heyra áður en það talar, hjarta sem vill skilja áður en það dæmir, hjarta sem elskar sannleikan meira en eigin skoðanir. Og Drottinn, hjálpa okkur að láta Krist vera akkeri í hjarta okkar. Þegar vindar kenninga blása, þegar raddir heimsins toga í mismunandi áttir, þegar við finnum fyrir óvissu og ótta, þá varðveittu hjört okkar í þér. Kveikt okkur nýja löngun eftir orði þínu, ekki bara eftir þeirri meiri þekkingu, ekki bara eftir fleiri svörum, heldur eftir þér. Gerðu orð þitt
dýrmætt í augum okkar. Láttu okkur koma aftur að ritningunni. Ekki til að finna staðfestingu á því sem við viljum heyra, þetta til að heyra rödd þína. Og þegar orð þitt rannsakar okkur, gefðu okkur þó náð að flýja ekki undan. Því að við vitum að sá sem rannsakar hjörtun er líka sá sem elskar okkur. Við treystum ekki á eigið réttlæti, við treystum ekki á eigin styrk, við komum bara til þín eins og við erum. Og við viljum þakka þér að jafnvel þegar við höfum ekki haldið fast í þig eins og við hefðum viljað, þá hefur þú haldið fast í okkur. Og fyrir það lofum við þig í nafni Jesú. Amen.